Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragrautur morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Matur og menning er í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Í þessum þætti mat og menningu ætlum við aðeins að skoða Bandaríkin. Við ætlum að gera okkar eigin barbekjusósu, hitta hann Ármann Einarsson og forvitnast aðeins sýningun hans Dansaðu fyrir mig. Við fáum hann Eirík bæjarstjóra í heimsókn og ég ætla að láta hann reyna hamborgaran minn. Og við ræðum aðeins vinabæi Akureyrar, en við byrjum sem fyrr að versla örlítið inn í Netto. Í dag ætlum við að gera okkar eigin barbekjusósu og það er eins og ég hef sagt oft áður ekkert mál, eða þannig. Við þurfum fyrir það fyrsta örlítinn púðursykur, við þurfum smá edik. Ég keypti núna eplaedik, það er nú að nálgast jólin og það er eitthvað svo jólalegt við eplin. Ég ætla að svindla smá teriyaki í mína barbecue og svo fann ég hérna í kryddhillunni Cajun krydd sem er svona amerískar en allt amerískt. En í grunninn þurfum við náttúrulega tómatpúru einnig og ég hef valið svona þykka og dökka púru. Augljóst gæðamerki. Nú, sinnep við getum valið úr ansi mörgum tegundum og ég ætla að fara í örlítið sætt með smá hunangssinnep. En nú er ekkert annað en að gera en að fara og búa til barbekjusósu. Við erum stödd í leikhúsinu og til mín er kominn Ármann Einarsson sem er að fara að sýna verkið sitt Dansaðu fyrir mig. Ármann, þetta er að slá í gegn? Já, það er ekki að segja annað, þetta er búið að ganga mjög vel. Byrjaði sem lítil hugmynd og nú ertu á barmi heimsfræðar? Eða hvað? Nei, kannski ekki alveg á barmi heimsfræðar en þetta hefur vakið athygli. Og við náttúrulega frumsýndum í Hofi seinasta vor og fleiri sýndum hér fyrir norðan, Ólafsvík og Dalvík. Svo var okkur boðið á Lokal leiklistarhátíðina sem er mjög stór hátíð í Reykjavík, alþjóðleg. Og eftir það þá fóru hjólin að snúast. Það voru hátt í 15 umboðsmenn þar frá hinum ýmsu löndum og það eru þó nokkrir af þeim búin að hafa samband og sýna þessu áhuga að fá þetta út. En hvernig verður svona hugmynd til hjá tónlistarkennara á besta aldri? Á besta aldri, já. Heyrðu, þessi hugmynd er bara búin að vera svona í kollinu á mér í mörg ár. Og svo rauninni til að gera langa sögu stutta þá endar með því að sonur minn hann býr hjá mér í fyrra og tengdadóttir mín, hún er með honum. Hann er menntaður leikari úr Leiklistarháskólanum og hún er sem sagt danshöfundur, kóreógrafi frá London og ég var eitthvað bara að tala um þetta við eldhúsborðið heima. Þetta hefur verið tekið með sunnudagssteikinni? Þetta var tekið með sunnudagssteikinni. Grænum og rauðkáli? Já, grænum og rauðkáli. Og ég var eitthvað að segja við þau svona, já það var nú bara fyndið ef ég myndi nú fara að dansa og eitthvað svona. En ég var búinn að hugsa þetta áður og það var náttúrulega bara hlegið og svona, þetta var svona brandar við borðið sko. En svo æxlaðist þetta bara þannig að staðan er svo að ég er farin að sýna. Já, og nú á ég eftir að koma. Ég var einmitt sko ástæðan fyrir að ég plataði hingað í smá spjall var að ég ætlaði að reyna að festa með miða núna 13. eða 14. desember. Já, það eru sýningar 13. föstudaginn 13. desember og 14. desember, báðar klukkan 8. Við ætlum að sýna hér í rýminu. Já.
Svo það sem í gangi að við erum líklega að fara til Ástralíu. Það bara alveg, má segja ákveðin, það svolítið dýrt að fljúga. Við fengum ekki það mikið borgað að við getum borgað flugfara með því sem við fáum. Það bara að fara hinum megin á kúluna. Já, og jafnvel áður en fyrir Ástralíu þá verið að semja Ítalíu. Þannig að þetta Ítalía, Ástralíu, já, og svo Danmörk, jafnvel 15 sýningar á 25 dögum. Já, það heilmikið að gerast og gerjast. Já, og Frankfurt, Þýskaland eitthvað. Glæsilegt. Þannig að, og svo von, jafnvel á fólki núna að utan sem ætlar að koma hérna og sjá sýningunni í desember frá erlendum hátíðum. Þetta yndislegt og innilega til hamingju með þessa velgengni og ég mun örugglega láta sjá mig í rýminu. Já, hún mátt ekki missa þessu. Ármann, takk hérlega fyrir spjallið. Takk hérlega. Við erum komin í Borgarbíó og hjá mér situr Arnar Már, formaður kvikmyndaklúbbsins Kvikindis. Hvað sást þú síðast í bíó? Hvernig hef ég munað það? Heyrðu, jú, ég fór á þessu ágætu mynd Disconnect. Já, og það ekki mikið umtal. Já, og við fórum með mitt, ég að kenna líka, það komur launin, kenna upp í menntaskóla og við fórum með heilan árgang af nemendum, fyrsta bekk og sáum þessa mynd. Og Bandaríkin, við elskum Bandaríkin og hötum. Já, þeir eru allt stórt sem kemur frá Ameríku. Já, oft á tíðum, en þarna sýndi Ameríka á sér góðu hliðina. Mjög svona mannleg og nauðsynleg mynd sem svona innlegg í þessa umræðu þessi áhrif sem tæknin og símarnir og neti hefur á okkur. Ég sá síðast í bíó Hunger Games. Ætli heiti ekki svona Hunger Games 2 og svo 3 og 4 á leiðinni. Afskaplega vel gerð mynd, en ofur amerísk svona Hollywood-leg mynd þar sem að allir eru sterkir og fjallar einmitt svolítið þennan tilbúning sko. Þarna eru þau að berjast í beinni útsendingu í sínu ríki fyrir lífi sínu. Já. Þetta ég sá nú fyrstu myndina og las bókina og svona að bræða með mér núna hvort ég að lesa bókina fyrst eða kíla á myndina. Þetta eru í rauninni rammpólitískar myndir. Nú, svo mynd sem kemur upp í hugan nú Truman Show. Já. Þeir lifðu bara í kúlu. Já, heimurinn endaði bara einhvers staðar. Já, þetta einhvern veginn það sem alltaf að gerast núna, þessi skil milli venjulegs lífs og listarinnar orðin svo óljós. Já, það eru stórmyndir núna í pípunum. The Secret Life of Walter Mitty sem nú aldeilis íslensku skotinn. Já, og Ben Stiller, hann gerði Landan alveg bræddi hvernig einasta mann sem að koma. Þetta var allt svo æðislegt sko. Jú. I love Iceland. Ég hlakka mikið til að sjá hana. Ég nú, mér leiðast trailerar dálítið mikið. Já. Trailer með þessari mynd var rosalega flottur. Já. Hugsanlega sýna þér of mikið, maður veit það ekki. Þetta svona alltaf viss svona lína. En tónlistin, myndatakan, þessi skot sem maður sá í myndinni, maður gat ekki annað en svona látið heillast. Já, hann virðist vera all in. Hann hefur lagt allt undir þarna og kannski fer út úr sínum þægindaramma. Hann hefur nú verið svona innihaldslítill grín karakter í mörgum myndum, sko. Já, The Fockers og svona myndir sem maður kannski skilja ekkert rosalega mikið eftir. En hann leynir á sér. Eitt drama sem ég man eftir honum, sem örugglega 10-15 ára gamalt, Permanent Midnight. Leikur hann handritshöfund í Hollywood sem eiginlega dópisti. Byggir á sannsögulegum atburðum líka, mjög flottur í henni. En Ben Stiller og Walter Mitty, ég mjög spenntur. Og
spurning sko, þetta Ben Stiller og Gunni Helga eða það Gunni Helga og á lötunni? Já. Arnar, ég þakka kærlega fyrir spjallið og ég veit að við höfum eftir að hittast í bíó eitthvað jólin. Algjörlega. Og það hægt að fylgjast með kvikindi bara á Facebook eins og öllu öðru, eða ekki? Já, og á heimasíðunni kvikindi.is. Já. Við erum alltaf að þróa okkur áfram og það sem er í hendi á nýju ári er franskir dagar, frönsk kvikmyndahátíð. Og síðan erum við svona hægt og bítandi að reyna að festa okkur í sessi og vera í góðu samstarfi við bíóin hér í bænum. Yndislegt. Minn næsti viðmælandi er hvorki minna en bæjarstjórinn. Beðið heilsa honum. Og fyrst ég náði hann í Pop og Coke handa þér, ég ætlaði að geta að segja frá því en við ætlum að fara að snæða hamborgara á hamborgarfabrikunni. Við erum komin á hamborgarafabrikuna, Eiríkur. Velkomin. Takk fyrir. Ég náði að slíta þig frá bæjarstjórnarstörfum í smá stund til þess að forvarnast aðeins og skoða amerískar hefðir. Hefur eitthvað ferðast til Bandaríkjanna? Ég hef ferðast nokkrum sinnum. Já. Bæði vegna vinnu og svo bara svona í skemmtiferðum. Já. Ég kom fyrst til Bandaríkjanna líklega 94 og þá var ég á leiðin ákvað því ég ætlaði að fara að vinna þar. Já. Og við hvað? Já, sko, bróður minn hafði verið í námi niðri í South Carolina, Columbia í South Carolina. Já. Og ég hafði klárað mitt námi í Þýskalandi og þetta er 94 þegar heimsmeistarakeppnin í fótbolta í Bandaríkjunum. Já. Þannig að ég fór þangað og vann í svona sumarbúðum, svona fótbolta sumarbúðum við háskólan í South Carolina í Columbia. Og ætlaði mér svo að reyna að vinna eitthvað úr því og reyna að koma að stað sem fótboltaþjálfari eða kennari við eitthvað skóla. En svo þróaðist það þannig að ég kom nú heim bara sko mitt sumar og síðan er ég búinn að vera hérna heima. En þetta var svona fyrstu kynnin af Bandaríkjunum. Manstu eitthvað eftir matnum? Já, ég man sérstaklega eftir því að við vorum á svona campus. Já. Og hvað var í matinn? Það var komið nefnilega svolítið óvart af því að þetta voru börn sem við vorum að vinna með, börn og unglingar. Já. Fyrir þetta náttúrulega okkur starfsmennina sem við vorum þarna, þó nokkuð mörg. Hversu hvað það var mikið sko einmitt af svona skyndibitafæði og einmitt svona ekta svona amerískt sko. Desertarnir voru sko stórir og miklir og allar máltíðirnar voru óbáslega stórar. Það er allt ekstra stórt í Bandaríkjunum. Allt stórt í Bandaríkjunum. Og ég gleymi því aldrei sko einmitt og við borðum alltaf með krökkunum. Ég var með ákveðinn hóp og ég borðaði með þeim. Þannig að þar kynntist ég líka svona ákveðinn svona matarmenningu Bandaríkjamanum og sérstaklega hjá þessum börnum sem voru þarna. Og ég gleymi ekki eitt skiptið að þá var desertinn og menn gáttu vaðið bara í gos og ís og í rauninni sko. Bara á heimavistinni? Já, þarna sem vorum. Bara í þessum matsal sem vorum í. Og eitt strákurinn hann nær sér í gósglas, kók og svo byrjar hann og ís í skál og svo byrjar hann að taka ísinn og setja hann ofan í kókglasi hjá sér og hræra því öllu saman. Þetta fannst mér sko ekkert rosalega smekklegt og ég reyni að aldrei séð þetta. En ég dróði nú á hamborgarafabrikuna af einni ástæðu og það er náttúrulega elta svolítið ameríska hamborgara. En ég byrjaði nú á því að búa til mína eigin barbecue-sósu. Spennandi. Og byrjum að kíkja á það. Núna ætlaði ég að henda í barbecue-sósuna mína. En barbecue-sósa nú er hægt að laga á marga vegu. Ég ætla að byrja á púðsykri, bara góðum slurk. Ég ætla að nota smá edik og mér fannst í dag eplaedikið henta vel. Sæta í sykrinum, sýra í edikinu og svo ætla ég að dekkja hana svolítið með teriyaki, þar sem að saltið kemur örlítið inn. Nú, ég keypti mér sætt sinnep. Þetta er með smá hunangi og
Barbecue-sósa verður nú seint talin neitt sérstaklega holl en svakalega góð ef hún vel gerð. Tómatpúra og reyna að velja vandaða tómatpúru, þykka og góða. Og þið sjáu það hér engin uppskrift í boði. Við slumpum svo lítið á þetta nema hvað að púðursykurinn þarf að brjóta sig lítið og það gerist bara með því að píska þetta vel saman og við stillum þannig þykktina. Við leyfum sykrunum aðeins að brjóta sig en leynitriksið mitt í dag að sjálfsögðu reyksaltið mitt. Mikill áhuga maður þessi bragðsölt og þetta klárlega mitt uppáhalds. Rosalega mikil reyklykt og frábært bragð. Barbecue-sósa, gjörðu svo vel. Eiríkur, þetta barbecue-sósa sem ég var að henda í og það náttúrulega, það svolítið spennandi þegar maður gerir það sjálfur. Og hér ég bara búinn að marinera kalkuna bringuna svolítið, skera hana í þunnar sneiðar og svo ætla ég bara að treysta honum síðugerð hérna á hamborgarafabrikunni fyrir restina. Já, það verður alltaf betra að hann gera heldur en ég, sko. Já, eigum við ekki bara að fá til okkur og hafa það kósí og leyfa síðugerð að vinna öll erfiðin. Ég líst til það. Síðugerð, ertu maður að græja þetta fyrir okkur? Ég maður það. Takk, takk. Jæja, Eiríkur. Glæsilegt. Það verður ekkert amerískara heldur en hamborgarinn. Nei. Hamborgari og kók. Og franska. Og franska. En kalkún, barbecue, bacon. Ég held að það sé ekkert annað í stöðunni en að þú takkir þetta út fyrir okkur. Aðeins að taka þetta út? Já. Ég heyrti Ameríkana, eða brandara Ameríkana, þeir telja hérna fullkonu máltíð vera í brauði og helst það séu engin áhöld, sko. Já. Pilsan, hamborgarinn. Þannig að þetta bara ekkert viðeigandi að vera að nota Já, við náttúrulega svo dannar Evrópu. Svo erum við alltaf spenntur yfir sósunni. Barbecue-sósan, það er einfalt að búna til. Þetta tómatpúra, sinnep, púðursykur, smá edik og smakka til. Ég notaði smá teriyaki í þessa, pínlítið tvist. Sumir nota klassísku HP-sósuna. Hún var sko gríðarlega falleg á litinn. Já, dökk og góð. Þú eru smettur að smakka. Alveg rosalega. En okkar kalkúnninn ekki síðri. Nei. Það náttúrulega Thanksgiving núna yfir staðið og það var ekkert annað hægt en að svindla kalkúnum inn í þessa hamborgarahugmynd. En amerísk tengsl Akureyrar hafa nú verið að eflast og á afmælisárinu það rétt munað hjá mér bættist Denver í vinabæjarhóp okkar Akureyringa. Það passar. Þetta nú svona... Hvernig kemur slíkt til? Já sko, við eigum í dag í rauninni 9 vinabæi. Já. En 11 vinabæjar tengsl. Þannig að það eru þarna 2 vinabæir, annars vegar Denver og hins vegar Curitiba í Brasilíu sem eru svona aðeins öðru stíi heldur en sko önnur vinabæjar tengsl sem við eigum það meira til Evrópu. Já. Og þetta nú tilviljunum háð eins og svo margt í þessum heimi að þegar að Icelandair tekur það ákvörðun að fljúga beint á milli Denver og Keflavíkur að þá á svipuðum tíma þá tekur Icelandair það ákvörðun að fljúga beint Keflavík Akureyri. Alveg rétt. Og við höfum ágætið sambönd inn í Icelandair. Já. Og þess vegna... Forstjórastólinn þar. Já, meðal annars. Þannig að við bárum upp þessa hugmynd hvort að vegna þess að við vissum að fulltrúar Denverborgar sem að reka flugvöllinn í Denver, vel að merkja, að þeir varu að koma til Íslands og við vildum gjarnan fá þá í beinu flugi alla leið norður til Akureyrar. Og það var skipulagt bara þannig og þau komu hingað, borgarstjórinn, Michael Hancock, hann kom hingað með sitt fylgdalið og í framhald af því sko að þau tóku svona vel í að koma norður. Þá fengum við þá hugmynd hvort það væri ekki hægt að búa til einhvers konar tengsl á milli þessara tveggja borgar. Og
og það byggir á örlítilli sögu vegna þess að við höfum átt samskipti við Vinterpark sem í Klettafjöllunum og í rauninni þeir sem stýra þeirri starfsemi sem þar meðal hans inn í Denverborg og það eru þeir sem að þjálfa fatlaða á skíðum og hafa verið að koma hingað norður til Akureyrar og eru verið hér í Hlíðarfjalli ef ég man rétt bara frá árið 2000 eða kringum 2000. Þannig að við áttum svona einhver smá tengingu þarna og vildum svo bara byggja ofan á það, eða reyna að byggja ofan á það og þeir tóku vel í þetta og svo þegar borgarstjórinn kom hingað norður til þeirra þá var það bara undirbúið að undirrita svona samkomulag að undirbúa vinabæjar samskipti eins og það heitir og það var til 2 ára og þannig að við erum reyni ekki orðin formlegi vinabæir heldur vinnum að því meðal annars með því að skoða hvað eigum við sameiginlegt hverju getum við miðlað á hverju getum við byggt hvernig byggjast upp túrismi í kringum þetta, ferðamennska í kringum þetta hvað með að Akureyringar eða Eyfirðingar eða Norðlendingar fari alla leið yfir til Denver og svo að sjálfsög Bandaríkjamenn að koma hingað í norðurljósin og annað sem við höfum búið að bjóða. Skíðin, mikil skíðamenning á stöðum. Það alltaf mjög gaman að koma til Denver og ég fengi tækifæri til þessum 2 svar og það svona mjög amerísk borg svona reyndar Ameríka náttúrulega óbúslega stór eins og svo margt í Ameríku. Það allt stórt. Og Bandaríkin eru svo fjölbreytt en Denver hefur svona þetta Colorado yfirbragð. Þarna eru heilmikla svona indjána rætur frá úr svona hluti af Villta Vestrinu þarna og gaman að koma upp í Klettafjöllin og þeir náttúrulega þekkja það að vera þarna á sléttunni og vinna úr því hráefni. Þetta náttúrulega gríðarlega mikil matarkista hjá þeim líka þarna á sléttunum og svo alveg að fara upp í Klettafjöllin og í erfiðleikana sem þar eru upp í allan snjóin og það Þannig að það mjög athyglisvert að koma til Denver og hún mjög svona aðlaðandi borg, mjög hrein og fín. Við eigum líka fleiri vinabæi og höfum náttúrulega átt Gimli Gimli í Kanada síðan 1975. Já. Sama ár í rauninni mynduðust vinabæjatengsl líka við Narsaq á Grænlandi. Já. Nú, elstu vinabæjarsamskiptin okkar alveg frá 1953 og það eru vinabæjarsamskiptin eða vinabæjakeðjan sem til við borgirnar eða bæina sem eru í Skandinavíu. Já. Þá erum við að tala um Lahti í Finnlandi, við erum að tala um Álasund í Noregi, Ramnes í Danmörku og svo Vesturós í Svíþjóð. Þú varst að segja mér hérna áðan að við kveiktum á vélunum frá því hvernig Gimli kom til sem vinabæjar okkar. Hvernig gerðist það? En tilviljunin, eða þannig síðan. Þá var þetta bæjarstjóri að hann var bara stattur á ferðalagi eins og ég heyrði söguna í Gimli og hann einhverjum tengslum við borgina eða við bæinn og þar bara tekin ákvörðun það að Akureyri og Gimli taki upp vinabæjarsamband. Síðan átti hann eftir að fara heim til Íslands og fá samþykki fyrir þessu. Presentera þessi ákvörðun? Já, nákvæmlega. Og fá stuðning við ákvörðunina. En það var ekkert aftur snúið, það var búið að koma þessu á. Og svona eftir á að hyggja má segja að við höfum kannski pínlítið rænt Gimli frá öðrum bæjum á Íslandi því að þessi tengsl náttúrulega við Vestur-Íslendinga og þessa fólksflutninga sem voru á þeim tíma, þeir voru náttúrulega víða af landinu. Þannig að þessi tengsl eru náttúrulega við miklu fleiri bæi heldur en Akureyri. Þó vissulega hafi margir farið héðan. Og þessi samskipti eru búin að standa síðan 1975. Mikil hefð fyrir svona íslenskri menningu og fólk sem meðvitað uppruna sinn þarna í Kanada og í Gimli. En svo vitum við náttúrulega að Íslendingar fundum Bandaríkin og Kanada. Ég gleyma því. Ég veit ekki hvað Leifur fór með yfir til Bandaríkjanna mat. Nei. En sjálf þá þurfum við að tekja eitthvað með sér. Það verður sérstætt. Eiríkur, við skulum gæða okkur á hamborgarunum, en ég þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur smá tíma frá bæjarstjórnarstörfum og tala mat. Já, takk fyrir að bjóða mig. Takk fyrir. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Matur og menning í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto.
kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.